Lillý Rut Hlynsdóttir, Íslandsmeistari, til hamingju. Takk hérlega fyrir það. Faraðast yfir þetta með mér. Núna voru 70. mínúta, staðan 0-0. Fyrsta lagi, vissuðu hvað staðan var í Kópavogi? Nei, ég veit ekki hvernig það fór. Það skiptir engu máli, Breiðablik var 4-0, en hvernig leið þér? Það var búið að vera að þið áttu urmul að færa með fyrri hálfleik. Seinni hálfleikur var svona aðeins rólegri, þannig laga, og þeir voru meira segja aðeins tilbaka svona að manni fannst þegar maður horfði á. Hvernig var tilfinningin? Hún var bara ólýsileg. Ég gæti ekki annað en grátið eftir leik, þannig að ég held að það lýsi bara akkur hvernig mér leið. Þannig að það má segja að þegar fyrra markið kemur þá róist þið aðeins, pallið aðeins niður, en svo klárið þetta með hana flottu marki frá Söndru Major. Já, það er rosalega erfitt að taka svona viðtal eftir svona leik. Hvernig getur lýst þessu sumri fyrir mig? Þetta sumur náttúrulega bara búið að vera eiginlega draumi líkast. Þetta er bara allt búið einhvern veginn smellið saman og hópurinn og liðsheildin og þjálfarateymi og bara allir í kringu liði kvennara. Þetta er þeim öllum að þakka að við séum hér í dag. Aðeins framhaldið af þér. Nú þú farið til Svíþjóðar, ekki satt? Veistu eitthvað hvað verður næsta sumar? Hvar verður Lillý Rut? Það er eiginlega bara ennþá óljóst. Ég er bara að fara núna á sunnudaginn til Svíþjóðar og bara aðeins að skoða og það er líka alveg góð líkur að ég verði hér næsta sumar. Það er bara verður að koma í ljós. Ég held að leyfa þér að fara inn í hlífuna. Þakka þér kærlega fyrir, Lillý, og til hamingju aftur. Takk kærlega fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.